sem byrjar í Mötley Crüe ætla rétt að vona því að klukkan orðin 4. Það föstudagur og það föstudagurinn 20. og 2. apríl. Það að koma mæ, það ekkert eðlilegt hvernig fljótt að líða. Auðun Blöndal heiti ég og siti í mínu sæti og beint á móti mér sitja tveir snillingar. Steindi Junior, hann ennþá í fríi. Hann að taka upp Getto betur og getur því ekki verið með okkur. En við erum með mikinn snillingi hans sætin. Ég ætla að byrja á þeim þykka sem situr í sínu sæti. Egill Einarsson, hvernig hefur þú það? Ég bara mjög góður. Það enda báðir svolítið þykkir hérna. Báðir þykkir yfir axlir og tvíhuga sko. Já, það eru 3 harðir í dag. Það má segja það. Út að síðast var við hliðina með maður sem mjög þykkur yfir miðsvæðið. Rikki G. Já. En nú ég með mann sem þykkur yfir Deltoid og Latza. Já, ég meina gestastjórnandinn okkar í dag lítur alveg hrikalega vel út. Það mætti halda hann vera á lausu. Hann að hugsa vel um sig, kallinn. Það bara þannig. Já, en þú ert góður. Ég sko, Rottu einu Blondell, it's summer. Það komið sumar. Já. Það minn upp á tíma árnu. Þú ljómar allir, ég ætla að gefa þér. Þú lítur vel út í dag. Já, það kann kalla verða. Og ég líka með hugmynd. Ertu hættur að kalla það Gilsinegger? Ég kallaði mig síðan Gilsinegger 2006 eða 7. Það 2016. Þannig það dött? Já, með störa, þykki, með alls konar nöfn síðan þá. Já, og hvað ert í dag? Það elsta nafnið mitt. Hvað ert í dag? Ég veit, flesti kallaði mig höfðingjan. Svona fyrir í búið. Hvað er það? Mamma þinn og systir þín? Nei, mamma mín og systir mín. Bara fólk sem ég mætti út á götu. Já, þegar þú kemur til dæmis bara í partí þá bara fólk að herðu höfðinginu mættur. Yfirleitt, já. Hvaða lame ass party það? Nei, bara fólk, segir þetta um mig. Hvað það? Ég vildi óska að ég væri með cash og þú. Ég mjög fyrir að nafna með cash. Svo það gestastjórnandinn og eins og ég kom inn á, hann lítur líka hrikalega vel út í dag og það að sjálfsögðan Sóli Hólm, vertu velkominn. Jú, takk. Þú ert ekki að vinna með neinn svona nöfn eins og Gilsinegger eða Stóri eða Hólmfaður. Hólmfaðurinn, það er svona vaxtarrættanafni mitt. Já, og nota það í ræktinni. Já, ekkert annað. Og líka, það ekkert bara þú eða, ekki fólk að kalla það svolítið eftir líka? Jú. Nei, Hólmfaðurinn mættur að rífa í járnin. Ef einhver kallar á mig í ræktinni, Sóli, þá heyri ég það ekki. Það ekkert einhverju stælar, ég bara heyri það. Ef einhver kallar, Hólmfaður! Það bara, Mjög gott bóri. Hvað að frétta Sóla? Það er fínt, bara ljómandi gott. Góður gestur þáttarins, þú varst nú alltaf með mér á mánudöfum eins og í nokkra mánuði. Akkurat. Og þekkið því vel til þáttarins. Já, mjög vel. Já, og ert í stuði í dag? Já, geðvikustuði. Ég eins og Egill, það komið sumar og við erum náttúrulega báðir búinir og þú líka, við erum búinir að vera að vinna í líkama okkar núna í allan vetur. Já, tilbúnir í sumarið. Ekki tilbúnir, við verðum það. Já, ég sett á Twitter því ég sá á snappinu Sóli Hólm að þú varst í hestaferð í gær, ekkert riði í mönnum. Nei, það er mjög lítið. Þetta var sko maður var að hætta að drekka svo snemma fyrir miðnætti. Varst það vökvað þig? Já, ég vökvaði mig í gær. Það var gert. Við ekki nýtt. Hvað ætlar að fara að dæma það? Nei, alls ekki, ég er bara mjög hrifinn af þér. Sumardagurinn fyrsti? Ég maður komið hugmynd. Blöð, þetta hendurinn til þín. Þú ert á græjunum og svona. Það er komið sumar. Hvað með að spila lög, bara lög sem fjallum sumar og með nafnið Sumar í laginu? Já, ég til að skoða. Ég mest að spája að vera með næsta föstudag. Ég náði því ekki í dag. Þá ég að spája að spila bara lög með íslenskum artistum. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Áfram íslenskt. Þú byrjar bara Calvin Harris með Summer, fær síðan í Bryan Adams, Summer of '69, fær síðan í Scooter, Endless Summer. Komið 3 lög hérna, öll með Summer. Til að komast í Scooter. Já, það ertu komið 3 lög sem eru ekki á playlista FM 957 sem betur fer. Nei, veit að. Ég skal setja einhver. Sendi bara kleinurringnum, gamli, ég ætla að spila á YouTube í dag. Hvað ætlar að gera í því? Þú fær bara rekinn að mörgum eitthvað. Næsta lag er geggjað. Þú eru mjög ánægð með fyrsta lagi þættinum í dag. Ég lofa því. Það er sömur í. Við talandi þáttin í dag að þá er bara hrikaleg veisla framöndan. Og við segjum þetta nú alltaf en ég meina það núna og meina það nú vonandi oftast. Við erum með kortmyndur frekar, Sóli, þú þekkir reglu þar. Kemur sterkur þarinn. Við erum með eftirhermikeppni FM 95 blöð. Ég ljótt eftir að segja það. Ég ætla að hendi einu eftirhermikeppni. Já, það hendi einu eftirhermikeppni. Ég er búið til eftirhermi bara á nokkrum mínútum. Við erum með bestu eftirhermi í Íslandsina á hægri kantinum og er hlustundur að velja það? Ég ætla að sjá til, það getur vel verið að hlustundur velja. Hvað horseshit er það? Hvernig maður herma eftir það? Maður herma eftir Íslandingum og okkur útlendingum. Ég má taka. Það gæti verið að ég sem kynnir keppninar velji. Nei, þetta var enginn. Já, það er skemmtilegt. Já, það ekki. Já, þú velur. Er það skemmtilegt? Það er virkilega gott. Svo erum við með, hvað stendur? Já, spurningakeppni Gilsarans, það sem stendur hérna. Já, ég er með það. Þú ert búin að króta það inn á handritið? Mjög skemmtilegt koncept í dag. Hvað er konceptið? King of the Single Life.
Herðu, ég get ekki þátt í því, sko. Ég fekk bara í magan strax. Oj. Wow. Við getum verið að fara þessi yfir það spurningar. Þú vilt vinna það. Það er bara hannig. Alls ekki. King of the single. Alveg hræðilegt. Það er hræðilegt þema. Við erum með símtal sem við tókum við fyrir í dag. Við hentum Sóla Hólma sjálfsögðin í klefa þar sem að hann er mikil og góð eftirherma og hann tók Bjarna fel fyrir okkur aftur. Já. Og hringdi í saumastofu út á landi og það er stórkostlegt símtal, ég lofa ykkur því. Það er tilbúið. Anna Svava og Viki ætla að koma hérna í heimsókn og ræða við okkur Líeglad og ég ætla að henda Önnu Svövu í giftast í að sofa drepa. Já, ég sleppi það. Já, það er gaman að fá svona kvenmanns perspektíf þar. Já, þannig að þau eru alltaf hress. Svo erum við líka með karaoke á sínum stað. Það gekk vel karaoke í síðast, Rikki Gerenda vann. Þannig að hlustendur eru að fara að ringja inn tvisvar í dag eftir keppninu og karaoke-keppnin. Já, við erum að fara að tengja hlustendur. Þannig ég get verið double winner. Tvö gull. Miðað við það að Rikki vann karaoke-keppnina síðast, þá held ég sé fara að tapa þessi. Já, hlustendur bara trollan. Þú ráttu á því. Það var bara þjóðin ákvað að gera grína keppninum og kjósan. Það var hræðilegt. Það verður ekki líka þannig eftir keppninni. Nei, það hefur alltaf gerst hingað til. Fólk var alveg kosið bara sem er bestur vinnur yfirleitt, sko. Rikki gefur ekki bestur síðan, ég lofa því, sko. Okay. En við erum með rosalegt þema í karaoke-keppninu. Síðast var Roxette þema og núna er nú er Celine Dion þema. En svo ekki Sturlar? Sturlar staðreyndir? Ekki? Nei, það er því miður. Egill og Steindi Junior ákvað að drepa það. What? Já. Því miður. Ég alveg verið að tala, það var eiginlega sko það sem ég hlakkaði mest til að gera þegar ég kom hingað alltaf, sko. Æ, takk. Það var Sturlaðar. Takk. Já, sko, ég gæti því að þú veist það var svo gott að geta komið hingað og vita meira heldur en vissi áður en ég kom. Akkurat, þú lærðir. Ég lærði og það var það sem ég sá fyrir mig líka í dag. Bara út af þessu Sóli. Ég ætla að hendi Sturlar staðreyndir eftir. Nei, sko, ég ætla að finna einhverja 5 góðar handa ykkur. Þú hefur ekkert að segja. Hörðu, það virkar ekki þannig að dagsskólið sem búið að kippa út, allt er bara hent bara inn. Já, og hvað, settu bara sokk í mig, settu bara lag. Gestastjórnandi var að henda. Já, Steindur upp á bara köku, hann getur ekki hjálpað þér. Nei, þetta er mjög gott lag. Þetta er besta lagið á FM í dag. Já, ef að liðið var ekki komið í gírinn klukkan 4, þá ætti að vera komið í gírinn núna. Gekkja lag hér sem heitir Faded og er með Alan Walker fyrir áhugasama. Það er að hrósa Richard fyrir að skella þessu lagi í spilur. Hann er stundum með all lóðrétt, til dæmis Derry er ekki komið í spilur með Psy, en þú veist, þetta lag er komið inn og ég hrósa Klein Humi fyrir það. Hrós. Ég er bara mér langar að rífa flippana einum kvöldum og hlusta á þetta hérna. Og aldrei að vita að maður gerir það í kvöld. Það er forsýningapartí á Rapp í Reykjavík á Prikinu í kvöld klukkan 9 fyrir áhugasama og þeir þættir Rapp í Reykjavík byrja á sunnudaginn á Stöð 2. Endilega tékkja á því. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Yes. Og ég er með svona allt í lagi pakka, það er svolítið erfitt að finna slúður í dag. Það áttu með slagapakka. Þegar þú segir þetta með allt í lagi pakka, áttu með slagapakka. Nei, sko, það er allir að fjalla bara Prince. Þannig að það er svolítið erfitt að finna fest slúður. Og ég held að það er líka gott að gera eitt og kenna eitt og fara á Google og skrifa til dæmis bara eitthvað random, Patrick Schwarzenegger til dæmis og ítir á news, þá kemur alltaf ferskasta shitið hann og skrifa Miley Cyrus og ítir sín á news. Það er hellinga að gera til hann. Er mikið verið að tala Patrick Schwarzenegger? Mikið, það er nóg að gera hjá honum. Nei, það er ekkert að gera hjá honum. Bara ekki neitt. Er það sonur hans eða? Já, það er eina sem hann gerir. Þetta er enda sem eina sem hann gerir. Þá ég að vita þetta hvað afkomendur Idolsins heita. Hætti Patrik. Ég bara er ekki með það. Það er brjálæg að gera honum. Þú ert ekkert að skammast niður fyrir það því að eini maður sem fylgjast með þessu manni er Egill Einarsson. Það er svoleiðis. Hann var að deyta Miley, hann var mjög ástfanginn. Hann snerti bakið á fyrirvændi kærastustinni okkur útihátiðinu sinni og hann var paparazzaður. Hætti við Miley úti, hún fór í fíl út af því. Nei. Ég er að segja það. Og hún er byrjað með Liam aftur. Því miður. Já, en eins og flestir vita þá lést Prince í gær og það er skellur þvílíkur listamaður sem það var og töffari. Mikið frægu fólki að deyja, þetta er óvænlegt. Það er einhver bylgja í gangi sem er hræðilegt. Og menn vilja meina hann overdósaði vist fyrir 6 dögum síðan og læknar voru að tala að hann væri í critical condition þegar hann fór af spítalanum fyrir viku síðan. Hann var líka með flú, hann var líka með hann að flensunar. Fekk flensun ofan í það og lést víst þannig. Þetta er alltaf skýrast hérna. En ég ætla nú ekki að ræða hann í slúðrunu, heldur Justin Bieber því að hann er búin að setja allt á annan endan og þetta tengist nú Prince því að það var sett inn á Instagram og það var hérna gítarleikarin Andrew Watt og hann var að setja svona einn flott tribute fyrir Prince og hann skrifaði á Instagrami sitt að Prince hafi verið the last of the great living performers eða svona síðasti alvöru performerinn hafi verið að deyja
og Justin Bieber kommentaði á myndina og skrifaði well, not the last greatest living performer og ég skil ekki á hvað að sé allt brjálaði yfir þessu auðvitað, ég meina, Justin Bieber er listamaður og það er fullt af góðu listafólki sem er ennþá á lífi þannig ég er svona tekilega pínu undir með Bieber en hann er að fá þvílíkan skít út af þessu. Já, er það? Já. Þetta er náttúrulega sko... Hvernig fannst þetta einhver óvirðing? Já, einmitt. Þetta er líka þetta svona pínu diss í þessari fullyrðingu að eini góði performance sé... Já, svona síðasti sé dáinn. Já, síðasti hafi dáið. Það er ekkit rétt. Nei, ég er ekki saman á því. Frábær performer, það eru til frábæri performerar í dag, sko. Já, þannig að eru þið ekki bara svolítið Team Bieber þarna? Já, alltaf þú og Bieber, Hólmfáður. Sko, ég er með miða á báða tónleikana. Ég líka. Já, ég býstu að ég fari aðra hvora. Hákvæmur fær ekki bara að báða? Já, það. Ég held að Egill Einarsson væri svo eini sem er orðinn 30 og ætti miða á báða. Nei. Hólmar er með mér, þvílík veisla. Back to back, þú er tvotaði röð félagarnir. Ég á mökka miðum eða eitthvað kom með mér. Svo er, meira slúður. Þetta er samt, veistu það, að pakki minn, ég verð bara að viðurkenna, hann er ekki góður í dag og það sem að... En hvað var eins og Kim og já, það Kanye, er slúður sem ég meina. Kim Kardashian og og Kanye West, menn vilja meina að það andi köldu þar á milli og það sé stutt í skilnað og að þessi Íslandsferð hafi vist ekkert verið að gera til að taka upp myndband fyrir hann, heldur að reyna bara svona þjappa hópnum aðeins saman, víst. Sko, ég spjallaði daginn við mann sem var í öryggisgæslunum með þau hérna á klakkanum. Já. Og hann sagði við mig að sko í fyrsta lagi aldrei vinna mikið með selöpu sem koma til Íslands, aldrei séð aðra en skeiðsíki, aldrei. Allir saman hvað selöpu komið, alltaf 250-300 manns fyrir hótelið, allir saman á hvaða tíma sólarhengsins. Og það sem var líka magnað að krakkarnir sem voru hann að fyrir utan, þeim var drullu saman Kanye. Hann gæti röldarnum það getur enginn taka við, 2-3 úlingar svona ungri rappara sem mynda sem með honum, það voru allir í Kim, óðir í Kim, þannig að hann líður kannski eins og hann sé að teipa Kim. Já, en hún the hottest shit. Já, en samkvæmt slúðrunni mitt og þá það Kanye sem að reyna að patch things up og Kim sé að fara að sækja skilnað. Já, það af því hann þarf á hann að halda. He needs her. Nei, þetta ekki hæfileikaríkasti rapparinn í heiminum? Hann skulda $51 million. Já, hvað heldur hann eigi að pening, maður? Hann á ekki krónu, hann í skuld. Hann með yfirdrátt. Sko, ég heyri svolítið fyndna sögu af því hann var alltaf í einhverju svona vinnuvesti. Já. Eða þú veist, í fatalínu sinni sem enda kannski ekki skrítið en sé gjaldþrota ef hann með öryggisvesti og það er his clothing line. Það orðið fasjónið hans. Já, og ég heyrði að það var einhver algjör king sem var hann upp á jökli með þeim þegar þeir voru að taka upp þetta myndband og hann sagði við ameríska stílistan hvað ætlar hann ekki að fara á þessu vesti? Það verður hann að taka upp og hún bara svona ekki ætlar hann að vera í öryggisvestinu með þetta ekki upp og stílistinn bara var ógeðslega móðgæður. That's his clothing line. Þetta er einhver algjör king sem að sagði þetta. Það er einhver sem hendi að hann ekkert að fara að vinna meira meðan annars his clothing line sem skate sko. Allt sem hann hefur gert fyrir utan bara tónlist hefur skitið og hann fæði mikið af hugmyndum sko. Skotnir á nú slegið í gegn. Já, Jeezy. Hér eftir smástund förum við í hvort myndur frekar sturla staðrendir með smá comeback hérna og eftirhermi keppnin, þannig að ekki fara langt en við skuldum víst auglýsingar. FM 957 ætlar að skella sér í sólina og sandin á Mallorca 10. til 17. maí og þú getur komið með. Farastjóra ferðarinnar eru Hjörvar Hafliða og Kjartan Atli og munið þið sjá til þess að þið leiðist ekki í eina sekundu. Pub quiz, karaoke, skoðunarferðir og allt það sem eftir í hug ásamt brjáluðu Íslandingapartí á einum stærsta skemmtistað Mallorca, BCM Magaluf, þar sem okkar eini MC Gauti mun sjá stemminguna. Faraðu strax inn á urvalutin.is og pantaðu þína ferð. Fyrir 150.000 krónur er allt innifalið. Flug, gisting, matur og drykkir og gjörsamlega allt sem þið listir í heila viku á Mallorca. Ekki nema sól, sandur og sangríu. Startaðu sumrinu með FM 957 og Úrvalútsýn á Mallorca í maí. Manstu hvað það var gaman í litarhlaupinu síðast? The Color Run by Alvogen snýr aftur 11. júní. Vertu með í skemmtilegasta hlaupi ársins og tryggðu þér miða í tíma. Í fyrra varð uppselt. Það eru lyfjafyrirtækir Alvogen, Lenovo, Stúdendakort Íslandsbanka, Dominos, Under Armour og Toppur sem bjóða upp á The Color Run by Alvogen. Miðasala er hafin á miði.is. Hæ, þetta er Sara í Unique. Við erum að taka upp svo mikið af flottum nýjum vörum. Komdu til okkar og trýtaðu þig í Unique, Kringlunni og Unique.is.
You want change with no sacrifice. Satin kynir. The world doesn't work like that. Allegiant. We need to do something about it. Spennan magnast í þessari frábæru mynd sem byggð á samnefndum metsölubökum. There's no turning back. Allegiant. Komin í bíó. Pepsi-deildin rúlar aftur af stað á Stöð 2 Sport í maí. Aldrei fleiri beinar útsendingar. Tekst FH að verja titilinn. Pepsi-deildin hefst 1. maí. Tryggður áskrift á 365.is eða í síma 1817. Stöð 2 Sport. Besta sæti. Pepsi-deildin í boði Pepsi. Hamingjan býr í litlu hlutunum. Eins og Apple Watch eða iPhone eða iPad eða eitthvað svo. Makkland. Besta land í heimi. Jójó ís með jarðarberjabragði. Jójó ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Should've realized what you wanted. It's a little too late for sorries. Now I'm gone. Gone, gone, gone. You had me falling for all your stories. Now I don't care if I'm honest. Now I'm gone. Gone, gone, gone. I ain't coming back, don't worry. 'Cause it's over, end of story. Now I'm gone. Gone, gone, gone. Oh, you broke up all your promises. You broke me into pieces, but I'm so much stronger now. Þetta Sylvia með lagið Gone hér í FM 95 Blö. Og þá komið að sturluðum stærendum, ekki? Já, ekki, ef að fara beint í það bara. Ekki? Ég ætla að fara í kortmyndru í frekar. Já, herðu. Það er verið að beigja reglunar hérna. Jú, okkur ekki. Það ekki? Jó. Ég drífi í þessu. Ok, ég nenni ekki að... Góðu gýr í mannskapinu. Ég nenni ekki að röfliðu þessu og tekið bara þátt í... Reglulega jákvæmt andrúmsloft og vera virkilega gaman að vera þetta. Herðu, vá hvað ég er ánægð með Sólo eftir að koma oftar hingað. Það er nokkuð ljóst. Virkilega gaman að vera með ykkur. Hann er mjög jákvæður. Já, hann heimtar sturlaður. Reglulega fínt. Hann er mjög jákvæður. Þá förum við bara, þá býði hérna með kortmyndur frekar og tek hérna upp sturlaða staðreyndir. Ég er búin að henda í 6 sturlaða staðreyndir fyrir ykkur. Það voru alltaf 10, þannig fyrir millivegin Egill. Geðvikt. Já, ok, glæsilegt, 6. Já, ég vona að hlustendur sé ánægð með það. Það er mjög sturlaðar það? Það er svona skemmtilegar, eins og fyrsta sturlaða staðreind dagsins er að pappi Robert Downey Jr. Og hann, sem sagt pappa hans og Robert Downey Jr. Þeir voru byrjað að reykja gras saman þegar Robby var 7 ára. 7 ára? Já. Wow. Lítið svona frjálslegt uppeldi þarna. Maður ætti að skamma sín, sko, minn strákur er að vera 9 ára, ég er ekki ennþá gíðan í haus. Ég tekið það á mig, Sko, það er heitt að reykja gras með krakka sínu þegar hann 7 ára. En sko, Íslendingar í dag, það myndi barnið tekið af þér, Sóli, ef það myndi sjátt á Snapchat til dæmis og vera að setja sykur á seriósið hans. Eða reykja í bílnum eða... Já, mitt. Ég setja það ekki á snappið þegar fáum ykkur í haus. Og bara sleppið því. Hann líka, sko, þið sjáu líka hvað gerðist til Robert Downey. Hann næstu fór með lífið sitt í ræsið. Hann náði sína að rífa sig, gerða sig og... En þeir eru nú ekki að hvetja foreldra þessa land sem bara reykja gras. Hann fekk sér gras 7 ára og hann er Iron Man í dag, sko. Ef ég væri 7 ára, hlusta núna, væri ég líklega að fá mig gras. Þetta er ekki góð skilabót til krakkana. Nei, fáðu þig gras 7 ára og þú getur orðið Iron Man. Nei, hann var náttúrulega komin í ræsið og... Það gifti sig. Ég held að allir okkar hlustendur að vita því að... Málið er að við þurfum öll að finna okkur bótt. Að sleppa því. Bara rétt hjá þér, hónfáður. Svo er það hér, þessi finnst mér sturlu og skemmti. Það eru góður í dag, Egill, þú verður sáttur. Þátturinn Truman Show, eða sem sagt bíómyndin Truman Show, þáttinn Truman Show, er byggður á alvöru veiki. Þar sem að fólk heldur að það sé verið að mynda sig og allir að horfa. Þannig kviknar í hugmyndina á þættinu því að þetta er veiki sem er til í alvörunni. Veistu, ég held ég sé stundum með þetta. Ég oft er ég að hugsa. Er það ekki bara því að þú ert alltaf með snabbt? Jú, örglega. Það er mitt Þetta hugsaði bara orðið, er þessi gæi hérna, eftir eitthvað sinni í klefa, eftir harða æfingu og þú hugsa kannski að gæin hann er hann að mynda með það. Þú ert eitthvað ráfand bara hann Alber. Ég hef oft hugsað ímyndað mér hvort sem ég gerði það þegar ég var krakki ekki. Mér finnst þetta ekkert svo langt sem ég ímyndað mér að líf mitt sé sjónvarpsþáttur. Já, því bara allir að fylgjast með og þá var við Egill leikarar núna, sko. Já, akkurat. Búin að fá þig hérna.
Þannig menn eru með þetta vesen. Já, þetta er veikið sem er til og Sóli er vist með dass af þessu. Gaman að heyra. Svo er það hérna eitt sem er kannski gott fyrir okkur að vita. Hérna eru bodybuilders stressfitaig. Hann er ekki mikið verið að stressa. Ég held að væri akkurat öfugt. Ef þú ert mikið stressaður þá ert ekki að borða mikið og svona. En samt margir sem borða þeir stressast upp sko. Eitthvað álæg í líkavinnu og mikið að gera og þá bara eins og ástæðan fyrir flesti skýta á sig í prófum og veist kannski 100% í maturinn frá prófum sem kom próf, drullar á þig. Já, því að stress í gangi. Stress. Þetta er einmitt, borða bara nammi og fólk segir sko I'm unhappy because I'm eating. Emotional eater. Because I'm unhappy. Þetta er víti. Það er málið sko. Ég borða oftast að mér leiðist. Ef ég er heima einn eitthvað og fann að leiðast þá fer ég bara út í Hagkaup og kaup mér eitthvað. Já, þú gerir það? Já. Og candy þá eða? Já, ekkert eitthvað holt, ég fer ekki að kaupa með banana þegar mér leiðist sko. Nei. Ekki nema til að nota hann eitthvað annað. Áttu PlayStation? Já, PlayStation 4, ég er bara ekki búin að tengja hann. Já, það er betra að fara í PlayStation heldur en að fara út í búð og kaupa nammi sko. Já, það er góð punktur. Fara í FIFA frekar. Ég þarf að tengja hana. Svo er það hér Alice Cooper, hann passaði Keanu Reeves þegar Keanu Reeves var lítill krakki. Það er sík. Var hann badfóstur? Þá held ég myndi frekar láta pappa Robert Downey Jr. passa krakka. Já, ég held það líka. Sveið með það. Það er þetta grjóthart. Alice Cooper bara, hann er mættur hérna að passa. Já, við erum komin aftur 11. Þetta er sambarlegt og mega sem myndi passa fyrir mann. Já, í Íslandi. Já, fara að lesa fyrir krakkana. Já, fyrir í PlayStation. Það eru 2 stöðlar eftir KitKat er talið happa í Japan. Ég veit ekki hvaða snillingu markasetti KitKat í Japan en hann er búinn að koma því inn að það er happa. KitKat. Já, Asíu búinn að kaupa það er vantilega bara örugglega bara. Þetta er alltaf sögulegasta súkkulaðið í Asíu, það ekki? Örugglega. Það er alltaf að tala happa. Þetta er sniðu taktík. Þú veist, út með súkkulaði, ljúðu bara að öllu markasettu þannig að það sé happa. Já. Mjög gott koncept. Japanir, hann kann þetta. Mjög gott súkkulaði en það fyrir mann til miður, hann getur miður ekki borðað til miður. Svo er það síðasta sturlaða staðurinn dagsins og hún er skemmtileg líka. Það er Batman Hotel í Tævan. Þá getur þú farið og þá svona eins og sett í hellinum hans Batman. Wow. Þetta er besta viðskiptahugmynd sem ég heilt. Og hann er vantilega rakinn gæðin sem er bjóðandi Batman Hotel til það. Ég er 35 ára og við kynni fúslega að ég væri til að gista á Batman Hotel. Það er allir að, veist, ég þekki engan sem er ekki að búið til hótel núna á Íslandi. Akkur er enginn að gera Batman Hotel? Já, nákvæmlega. Eitthvað nýtt og fest. Það er allir að gera bara same shit. Já. Nákvæmlega. Fá eitt Batman Hotel í bæ. Dæmið eða eldfjöllum. Batman Hotel. Ég ætla að fá Batman svítunni þar. Það er ekkert mál. Ég til að hér eftir smástund fyrir við eftirhermikeppni. Bjarni Fel syngir á saumastofu eða Sóli Hólm sem Bjarni Fel og já, fleira og fleira. En hér kemur lag sem er nýtt á stöðinni. Þetta er One Dance með Drake. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. I need to know, where do you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð á FM 957 og já, við þökkum ykkur kjallaði fyrir það. Verðum hér til 6 eins og alla föstudaga og já, það er komin tími hér á nýjan dagskrárlið í FM 95 blöð sem hefur ekki verið áður en það er eftirhermukeppni FM 95 blöð. Því er gaman að ég skulle akkurat koma þegar það byrjar. Það er bara ótrúlega tilviljun. Þú skulle vera mættur hérna í eftirhermukeppnina og það eru 2 keppendur. Það er Egill Einarsson og Sóli Hólm. Og eru þið tilbúinir, drengir? Egill? Nei, ég er ekki tilbúin. Hæ? Ég er bara ekki tilbúin. Nú? Þú ert að henda mér ykkur eftirhermukeppni. Já. Það er ekki my shit. Nei, það er ekkert heldur Sóla shit. Þetta er bara mjög fegurð og skemmtilegt. Nei, það er ekkert hans shit, nei. Það veit það. Ég er fyrst og fremst útvarpsmaður. Já, ég er með 3 eftirhermur sem að ég vil að þið takið og bara eitthvað sem þú velur bara random. Hvernig var það þú myndir líka hérna? Það er einhver að dæma þetta. Það er bara að velja eitthvað random. Það er einhver að dæma þetta, bara þjóðin.
Já, ég ætla að vera með eitthvað algjörlega random og cool. Ég ætla að byrja á einum af mínum uppáhalds söngvurum sem að mér er skemmtilegt. Það er Páll Óskar. Þannig að nú eigið þið báðir að taka eftirhermu og ég er að spá í hvor eitthvað vill byrja. Egill, þú byrjar. Já, ég veist, já. Og herru, býti, ég þarf eiginlega að henda svo snappið þannig að það eru að koma niður tinn. Frábært. Ok, ertu tilbúinn, Egill? Er ég Páll Óskar núna? Já, þú tekur... Komin í gírinn með að sjá, ég er komin í glansgalla, ég er mjög myndalegur, ég er unglegur. Tilbúinn? Já. Og byrja. Ég er ástfangin. Ég hitti mann sem ég elska. Vá, hvað er lillegt. En þetta er búið. Þá er Egill búið með sína. Ég held að taka í punkt þarna. Ég held að segja 1-0 fyrir höfðingjarum. Ég held ekki þessum að sólun á þessu mikið betur þessa. Býtu, ég er að henda þessi þetta á snappið þannig að fólk sjá hann og þá er það Ég náði jegunars eiginlega fullkomlega. Sóli, erst þú tilbúinn? Já, ég er tilbúinn. Ok, þá er það eftirherma þín, Páll Óskar og Sóli sem Páll Óskar. Ég er virkilega ánægður með Egill af því að ég vil heyra svona raddir og það sem að þú þarft að gera það er að velja réttan mann. Ég verð ekki á Sóla.anna Það er ég? Ok. Sóli fær stig. Ég veist að skita er þetta. Já, það er... Ég veist að náði mistan, ég hef náði jegunars aðeins betur. Já, ég er Sóli aðeins betur. Já, ég verði gott að... Það hefur rosalega gott að fá þjóðuna til að láka þetta, já. Og við, það er líka hérna ræstur, þá er hann góður. Og við ætlum að gera þetta saman. Það er þegar hann fyrir úr þessum. Ok, hvað er næst þarna? Þú. Næst eftir sem ég ætla að henda Blöð kúkurinn. Það er góðu vinnu þáttarins King Herbert Guðmundsson. Ok, og ég byrja núna Já, nú byrja Sóli. Ok. Ætlar að taka þetta upp eða ég bara byrja? Nei, þú mátt byrja bara. Já, ok. Hvað segir aðal maðurinn? Með það, ég er á algjörum hápunkti í mínu lífi. Ég er á andlegum, líkamlegum og tónlistalegum hápunkti. Gilsari, ég er á hápunkti. Ég er að gera nýtt lag sem er geggjað og mást, þetta minnir mig svolítið á Time. Bara betra því að Halli Þonstes er á bassa. Þá er Sóli búið með sína eftir Þarf ég að taka Herbert Guðmunds eða? Já, þú baðst um þessa keppni. Bað ég um þessa keppni? Það veist ekki líklegt það. Assface. Okkur með ég ekki taka líka bara... Gaman að þú taka Herbert, ég hef aldrei tekið það núður. Nei, þetta er bara... Og ég hitti Herbert okkur einasta degi í sporthúsinu. Ok, hvað er eftir henni? Og ég vil eftir henni á hljóðbörtinu, þá kallar hann að mig Gilsi! Kottu hérna, ég að tala við þig. Það ætlar ekki að styrkja myndina mína. Það er að fara á Carolina Fund, kíka á myndina mína, legðu þið inn. Það er að gera heimildamönd um mig, hún er komið í bíó, þú þarf að styrkja kallinn. En ég verð að gefa allir punta. Er það ekki? Jú. Yes! Veistu það? Date. Þetta, ég er sammála því, hann líka var með sko miklu nýrri staðingur. Því að ég er að vinna með svo gamalt sko. Þú varst með Time, með eldgamalt, það er nefnilega að safna fyrir myndinni sem undarfari. Ég hitta mér þessum daginn, ég sé eftir því. Carolina Fund. Allir á Carolina Fund. Ég lagði inn á hann og síðan kom hann inn á skrifstofum með daginn eftir. Ég sá að lagði þér inn, takk kærlega fyrir mig mestari, takk kærlega fyrir mig. Þetta var sanngjarnt punktur. Já, því að hann var meira current. Já, ég tók hann betur. Og þá er það síðasta eftirherma í keppninu, það er 1-1 úrslitastig. Egill, nú byrjað þú. Sigmundur Davíð. Sigmundur Davíð, hvernig, hann er ekki með eitthvað svona shit. Páll Óskar er með þetta, ég... Hætt að tala hérna eins og setja ykkur vön eftirherma. Þetta er bara... Akkur er þú ekki að gera eitthvað? Það er einhverja dæma. Akkur má ég ekki bara svona segja, hörru blöð, þú, gerðu þetta. Dance clown. Ég verð að dæma. Hendi mér í það með engu fyrirvara. Þú verður bara á skilningu á því. Já, Hagvöxtur tók mikinn kip síðastliðið haust og setni þetta síðastu árs. Og það er með því mesta sem þekkist með innmæta þjóða og Framsóknarflokkurinn að gera frábæra hluti og ég er með að þarf að stíðun. Og það var þetta búið með stakk. Þarf ég að keppa þetta? Veistu það, þetta ætti að vera ansi létt úrslit að lota fyrir því, Sóli. Hvernig ætlar að toppa þetta, Sóli? Ég veit það ekki. Hvernig með hatt okkur? Ok. Já.
Það er ákvæmlega gaman að menn skuli sitja hérna og reyna að leika eftir mér og ég hef þetta núna tækifæri til að hlusta á þetta og hlusta eftir í það sem að vegna ósangjarnar umfyllunar þá þurfti ég að víkja á embætti en aðeins tímabundið. Nennir að segja með þessari rödd, ég var að hendi einn incognito window og ég með þráðstífun. Jæja, auglýsingar, Sólumann. Ég var að hendi. Föstudagsfjör, FM 957 og Smáratífólís. Við ætlum að bjóða þér á samt 10 vinum eða vinnufélögum í brjálað föstudagsfjör í Smáratífólí. Alla miðvikudaga dregur Rikki G úr pottinum góða og þú gætir verið á leiðinni í 7D bíó, sleggjuna, pool eða bara dansball við vinina. Svo auðvitað ískaldur bóli til að skóla öllu þessu niður. Skráðu þig inn á heimasíðu fm957.is og þú gætir verið á leiðinni í brjálað föstudagsfjör. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. There are stories about what happened. Samfélg Guinness. True. All of it. Star Wars The Force Awakens. Stærsti kvikmyndaviðburður allra tíma er lentur í verslunum. I will finish what you started. Star Wars The Force Awakens. Komin á DVD og Blu-ray. Salat mánaðarins á Fresco er Fuji Apple Chicken. Fresco. Fyndu ferskleikan. Erum að taka upp nýja sendingu. Flott úrval og gott verð. Verumóta Kringlunni og Verumóta Smáralind. Hamborgararnir okkar eru engir venjulegir hamborgarar. Komdu og smakkaðu. Roadhouse Snorrabraut. Nú er opið hjá hjólbaraþjónustu N1 alla laugardaga milli klukkan 9 og 13. N1. Hluti af vorinu. Skór á alla fjölskylduna. Next, Kringlunni. Hollur og hrikalega góður skyndibiti. XO, Jóðatjúsinu, Vesturbæ. Höfða bílar til þín. Höfðabílar.is. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl. Þið að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, eins og glöggir hlustendur hafa heyrt að þá er Sóli Hólm með okkur hér í dag og við, eins og ég hef oft rætt við þið, Sóli, ég öfundaði svo eftirhermum og mér finnst svo skemmtilegt að heyra fólk taka góðar eftirhermur. Og það er nú eitt atriði sem var væral hérna hjá okkur á sínum tíma í FM 95 blöð þegar þú varst með okkur og það var þegar Bjarni Fel hringdi í Sundlaug. Það er bara eitt af því merkilegt sem ég hef gert á minn ferli. Og hann búin að týna sundskilnum sinni og gleymdi hann henni, týndi henni. Hann týndi tösku, held ég, nei, hann týndi jú, Adidas tösku sem var með, það var shampoo og handklæði og tverkila. Það var það sem að vera að bjóða upp á. Þannig að ég finnst eiginlega við hæfa að við fáum nýjan Bjarni Fel. Já, við skulum reyna að gera það. Og þú varst að tala um að það var skemmtilegt að myndir hringja á saumastofu. Já, að ég sá fyrir mér að geta verið með góða lýsingar á því hvernig buxurnar hans rifnuðu. Ok, bara say no more. Ég ætla að finna þetta. Sko, ég er búin að finna þetta nokkar saumastofur. Hérna er ein í Varmalíð. Já, geðvikt. Það er ekki. Það er nálægt mínum heimabæ. Allt, það er svo gott fólk fyrir norðan og þau vilja pottið hjálpa þér. Sammála. Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Ok, get into character. Já. Jú, góðan dag. Góðan dag. Er þetta saumastofa? Jú. Já, það er þannig mál við ekstra. Ég er nú hérna nokkur rétt hjá okkur, var að koma frá Blöndósi. Já. Og er í mínu fínasta pussi þar sem að ég er að fara í sjötugsamæli á Akureyri í kvöld. Já. Og í jakkafötum eins og gengur og gerist. Já. Og ég var að taka bensín á Blöndósi og lendi hérna í smá stimpingum. Nú? Við mann sem að var að svína fyrir mig og reyna að vera undan mér á dælunni. Nú? Og það vildi ekki betur til en svo að það kom saumspretta í buxurnar. Ok. Og væri þetta eitthvað sem þú getur aðstofa mig við? Já, já. Það væri svo? Já, já. Mikið getur þú bjarga mig því að þetta kom flatt upp á mig. Það lendi þessu. Já. Býttu, hvað var í gangi? Það var þannig að ég er hérna að búa mig undir það að leggja bílnum.
Já. í dæluna Já. og þá kemur einhver fantur og svína fyrir mig. Já. Þú getur rétt ímyndaði hvað það fauk í mig. Já. Og hann glottir beint í andlitið á mér og sendi mér fokkumerki. Já. Hann sendi mér fingurinn. En svo heyrir þá er ekki runnin að mér reiðin. Nei, ég heyri það. Þú getur rétt ímyndaðir. En veistu hver ég er? Ertu ekki í Varmahlíð? Nei. Byttu nú við. Ég er frá Mjösturdal. Hversu lengi er ég að keyra? Þú frá Varmahlíð? Já. Þú er svona 20 mínútur. Það er í góðu lagi. Ekki einu sinni það. Nei, þú veistu það, þú ert algjörlega að bjarga mér. Þessi maður, þegar ég rauk út úr bílnum, þreif upp hurðina og stend nokkuð gleiður, renn til og ríf buxurnar. Eru það ríklarefnar? Það er nokkuð mikið spretta, já, en ég held að efnið hafi sloppið. Ég held þetta sé bara saumurinn. Það er aðalmálið. Já. Það er aðalmálið. Já, ég held að ég er að þreifa hérna eftir lærin á mér. Já. Og mér finnst sem að þetta sé að efnið hafi sloppið. Já. En ef þú þarft að bæta þær, þá verður bara svo að vera. Ha? Ef þú þarft að bæta þær, þá verður bara að hafa það. Já, við skulum bara sjá til. Það fauk alveg svakað í mig og ég vona að það farði að renna reiðin þegar þú kemur. Þetta var ég held að það væri ekki svona fólk. Við byggjum bara í samfélagi sem hefði ekki svona fólk. Ha? Já. Þetta var mikið áfall fyrir mig. Já. Og ég er orðin 76 ára gamall og hef aldrei lent í öðru eins. Æ. Þetta er vont. Þetta er agalegt. Já, heyrðu. Svo keyrðu þú fram hjá þú ferð fram hjá Vélaval. Já. Og bara fram eftir. Já. Þangað til þú kemur að Góðdala brúnni. Já. Þá ferðu yfir hana. Aha. Beygir til vinstri. Já. Og þar kemur að bæ sem heitir Birgisgarð. Já, ég hef nú verið þar. Nú, jæja. Ég þekki til hana, já. Er þetta bara rétt, já? Já, ég er næstu bara sko áfram. Nú, þá finn ég þig. Þetta verður svo greinagóða lýsinga hjá þér að þú hefur bara átt að hafa samu atinn og ég. Að lýsa fótboltaleikjum. Já. Það minnir nú á eitt mark sem að Hermann heiti Gunnarsson. Já. Fekk boltan, senda hann fram frá Sigurði Dagsinni, skeytti til völlin og skoraði! Heyrðu, já. Það var alveg stórmagnað. En, góða mín, ég ætla bara að renna til þín. Já. Ég er komin til þín þá eftir cirka, ætla ekki 35 mínútur. Gæti ég mynda mér? Já, ég er á bústöðum, ég er í gamla húsinu. Þakka ég kærlega fyrir. Ekkert málið. Vertu blessuð. Blessaður. Já, takk. Negla, algjör negla. Wow. Þú meðist að láður að koma inn þegar maður að lýsa fótbolta. Já. En eitt sem við verðum að gera núna, því að þetta er nú þetta fyrir norðan og undir þetta og ég þarf að ringja og láta vita og setja ekki á leiðinni. Við verðum að gera það. Já. En þetta var Bjarni fel að láta að græja saumsprettu. Þetta fannst mér yndislegt og vonandi þegar ég kannan að, kæru hlustandi. Yes. Já, þeir eru að hlusta á FM 95 Blö og hérna sitja þeir saman Auðun Blöndal, Gilsenegger, áður þekktur sem Gilsenegger, já, en núna kallar hann sig höfðingjan og allt hans fólk og hér sjálfur heiti ég Sóli Hólm og þetta er, eins og ég sagði, FM 95 Blö. Er þetta Rás 2 ræddiðin? Já, ég er alltaf svona þar. Já, þeir eru að hlusta á Svart og Sigurlaust hérna. En svona allir kannið slepptið, nú ertu mikið á Rástöðu, breytir eitthvað röddinni þú ert hérna, ertu meðan eitthvað meira svona upptempo að þjóta FM? Nei, mér finnst þessi þáttur eiginlega að vera svolítið laus við það. Já, það er þetta rétt. Mér finnst að menn vera svona nokkuð eðlilegir. Já. En maður væri annars í þessum hérna gýr, en svona áðins að ég vera að grínast sko. Já, þá væri ég sannlega, jú þeir að hlusta á Sóla Hólm hérna á FM 957. Það er nóg framöndan ég eftir að gefa hérna ný Bose heyrnartól innan tíðar, ekki fara langt en hlustu hérna á nýtt lag með henni Silvíu, það heitir Gone. Herru, hérna, það lag, I thought you were the best, ég vissi ekki að hún var í íslenska þessu Silvíu. Þú vissi hvað þá hann væri dóttir Magga Skeving. Já. Þetta, mér finnst þetta bara svo flott lag. Maður er alltaf að heyra lög núna og að frétta þetta séu Íslendingar. Já, Íslendingar er að gera frábæra hluti.
Það er bara þannig Blondale. Já, það er bara hárrétt. Hvernig ætlar átt að á því? Bara að kveikja á perunni. Löngu búin átt að maður því. Hér rétt handað á hopnið er spurningakeppni Gilsarans. Yes. Reyndar, mér finnst þetta þema, ég veit ekki með það. Hvað er þessi þema? Basic þema. Hvað var það ekki? Já, King of Single Life. King of the Single Life. Er það því að Sól er hérna og þú getur ekki verið með það stendir? Já, ég meina, Sóli er á lausu og hann er liðugur og hann er mjög sexy og hann er bodybuilder og hann er líklegur til að vinna þetta, ég veit ekki henni. Já. King of Single Life. Hann er alveg grótari titill. Er þetta titill sem þú vilt, Sóli? Ég veit ekki. Það voru ekki leið út kannski. Sko ef þú vinnur, þá þarf til að fara út að skemmta þér kvöld og kannski lokka þinn og austur og taka eitt flöskuborð og... Lokka mín. Já, það væri veitla. Flöskuborð. Hei, Stelbur, ég er King of Single Life. Flösku hérna. Ég verði flöskuborð. Það var hér í mömmu, hvernig var ég FNÍ í höflu? Það var rosalega gaman, ég er King of Single Life. Þetta er með svona lag, King of Single Life, King of Single Life. Ef við vinnum þessu keppni, þá ætlum ég að breyta hérna bæjónu mín á Twitter í King of Single Life. Ég allavega eitt sólarhring. Já, þessi spurningakeppni er hér rétt handað við hornið. Við höfum líka eftir að fara í skal ég ykkur segja gifta sofa hjá drepa með önnur söfu sem ætlar að kíkja hér í heimsóknu eftir. Við erum með karaoke-keppnina og svo líka hvort myndur frekar. Þannig að það er nóg framundan en fyrst skulum við fá auglýsingar. Öll Evrópa með öndina í hálsinum. Hver verður meistari á föstudaginn? David, Mariana eða þú? Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Marley heyrnatól og hátalarar. Einstök hönnun, vistvænn lífstíll og magnaður hljómur. Marley.is. Fyrst Beyoncé, nú El King. Það eru allir að tala XO, heitasta hotla skyndibittan á Íslandi. XO, Jóðellhúsinu, Vesturbæ. Í einum lítra af Floridana Goji eru 72 ný pressu Goji-ber. 72! Ert þú búin að smakka? Floridana, lifðu vel. Er það ekki málið? Bara drífa þetta af. Nú er opið hjá hjólbaraþjónustu N1 alla laugardaga milli klukkan 9 og 13. N1, hluti af vorinu. 50% afsláttur í pool til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Makland, besta land í heimi. Með við höfðatölu, sko. Kjúklingavangir og bjór í frosinni könnu með boltanum. American Bar, nýji staður í þinn. DJ öll kvöld á Lebowski Bar. Tilboð á barnum og alltaf góð stemning. Lebowski Bar. Allir skemmtilegustu vinir þínir eru á Gullstöðinni. Horfðu á Friends alla daga vikunar klukkan 7 á Gullstöðinni. Lagið í langan tíma, Him for the Weekend. Sammála. Já, var ekki komin tíma á eitt svona alveg slagar að fá þeim. Ég er nefnilega búin að vera mjög pirraður á þeim í mörg ár, sko. Á Coldplay? Já. Mér finnst þið bara ekki hafa komið gott lag mjög langan tíma. En þetta finnst mér frábært lag. Frábært lag. Og vonandi það sem koma skar. Já, sammála. Nei, það ekki. Mér finnst líka fínt lagi hitt þarna, þú veist, Turn the music on. Þetta er gott, sko. Það er mjög gott. Það styttist hér, ég sagði á hann Anna Svavar liðinni, við erum að fá allt líkla liðið. Það er Helgi fucking Björns, Viggi og Anna Svavar, öll á liðinni hingað í stúdíóið, þannig að það verður veistla og ég ætla að henda þeim öllum í giftast sofa hjá drepa, þannig að þeir eru lausir við það á eftir, drengir. En áður en fáum líkla gengið í stúdíóið, þá ætlar Egill Einarsson að henda í dagskrárlið sem ég er alltaf hrædd við og það er spurningakeppni sem einhvern veginn enginn vill vinna. Það er oftast þannig. Ég veistu það, ég var einhvern veginn svo rosalega einhvern veginn rólegur yfir sáðan en nú er ég stressaður. Þetta er bara óþægilegt. Já, er það ekki? Ángríns, jú, þetta er það. Mér líður illa þegar ég er í þessum spurningum. Þetta er basically bara þetta er basic shit núna. Okay. Ég er ekkert það er alltaf að vera skammið fyrir að við strikið og það er ekki þannig. Okay. Þetta er bara 12 basic spurningar. Og það verður mjög, þú vilt vinna þetta, það er basically þannig, sko. En alltaf að hafa trailer undir að bara enga trailer. Já, bara, hann er týndur. Já, það er hérna, lagi. Hvaða lag? Það er ekki. Ó, frábært. Það er bara spurning nummer 1. Stundar líka sagt til að vera hot piece of shit. Hvað var þetta aftur? King of being single life. Okay. King of single life. Sko annarkot King of being single eða King of single life. Ég held King of single life. Já, skiptir engum máli. Það er betra. Já. Hvað var fyrsta spurningin, sagður? Stundar líka sagt til að vera hot piece of shit.
Nei, ég stunda ekki líkansrækt til að vera hot. Er þetta bara stundar að líkansrækt eða? Nei, það er spurningin. Af hverju gerur það? Er það út af til þess að vera a hot piece of shit eða er það út af einhver öðru? Ég bara get ekki svarað já við því að ég fari í ræktinu til að vera hot piece of shit. Þetta er hvað? Hræðileg spurning. Af hverju fari ég ræktinu þá? Af hverju gerir það? Bara til að vera með góða heilsu og líta vel út en ekki bara til að Þú varst basically að segja það til að vera hot piece of shit. Já, allt í lagi, þá hendi ég á ég. Punktur og blöð. Hólfaður? Ég algjörlega, bara til þess skýt sem hvernig heilsa mínir líta vel út bara vera sexy. Punktur að báða. Getur þú hort á enska boltan á þess að fá pillur eins og er helvítis fótbolti enn eina ferðina núna? Er ég undan núna? Já. Já, getur það. Það er engin, ég er bara einn þarna. Það er enginn talað um mig. Það er ekkert vesinn. Nei. En það eru 3 leikir kannski bara, allir lögadagar, bara leikir. Ég er einn heima, það er hver á að segja eitthvað um mig. Þannig að já, ég get hort aðeins margar leikju ég vil. Ég getur fengið mig til þess að sleppa það að vinna. Þannig að já, ég get hort aðeins margar leikju ég vil. Á þess að fyrir að heyra nokkurt einasta orð. Svona síðustu mánuðu ár hef ég getað það líka, já. Ok. Getur sett Die Hard, The Rock, Con Air allar í gang í kvöld marathon, ekki eftir öfl. Hvað vill ég segja þetta? Þetta er allt eins. Hólfaður? Á ég aftur að byrja? Já, ég get það. Ef ég langar til þess, þá get ég það. Hver á stoppa? Þetta er sem léleg spurning að kemja maður. Wow, bara leika. Sko, það er 3-2 fyrir Hólmarunum nema blöð ég fái punktur þér hana. Já, sko, ég er hérna að fara á, jú veist, ég gæti það. Já, ég gæti það. Já, ok. Hefur þið farið í þveng? Hvað hefur það með singulag að gera? Þetta er bara hlutaspurningu kemni. Ég er að spurningur. Já, í svona 500. sinni í þessum þætti, ég farið í þveng. Heyrðu, ok. Ég bara verð að segja nei þarna. Aldrei. Ekkur flippi? Nei, ekki það ég myndi skammast mér fyrir það. Því mér finnst það frekar skömm að hafa ekki gert það. En aldrei eitthvað svona, hörðu, þetta nærbúsina þín elskan og farið í þær ykkur rugli. Eitthvað svona, hörðu, sérðu? Það er enga svona nærbúsir heima hjá mér. Þetta var nákvæmlega í flippi sem ég fór í á sínum tíma og ég er búin að rifja upp svona 500 sinnum í það. Ég hef aldrei farið í það. Nei, aldrei. En ekki vera að svekja á því. Þetta er ekkert eitthvað stig sem þú ætti að svekja á. Þetta er skellur fyrir þig, Sóli. Fyrir mig, að fæ maður stig fyrir að hafa farið í það. Nú er það er 4 fyrir blöður núna, sko. Ok. Og hérna, getur þú dotti í það með félöginum með bara engum fyrirvara? Engi fyrirvari. Getur verið þetta í það bara? Ekkert þessi. Maður er ekkert að vinna neitt. Þú getur það alveg. Það er enga fyrirvara, ég meina. Það fyrir eftir hvað er bara að gerast það kvöld þó sért hérna, þú getur farið, þú lítur að fatta að menn eru vinnandi þó séu single, sko. Já, ég meina, þú veist, myndir hringið eftir blöð. Ef það bjókur aðeins, þú getur farið út, það er ekkert vesinn. Já, ég get það. Það er punktur á blöð. Sko, þarna kemur smá bakslag hjá mér, ekki ímynda mér, því að ég náttúrulega er faðir. Ég get ekki, já, svona cirka. Og sko miklu meira en það, ég er bara 50% mánaðarins er ég faðir, sko. Þannig að ég er voða lítið, ég get dottið það heima sem þú ert samt faðir allan mánuðinu, eða ekki? Jú, ég er faðir, en ég ánleitaði þeim alltaf ekki, segist ekki eigabönd. Og byrju, en sko, ok, ég er með drengina mína 50% mánaðarins og þá drekk ég ekki. Nei. Þannig að ég sem verð að segja nei, ég get ekki dottið í það en með félögunum. En þú ert ekki með gríslingana? Já. Og það hringdi í þig? Þá er ég fullur. Já, það er eiginlega... Það er ekki að hringja mig. Þetta er eiginlega punktur. Þá er ég fullur. Það er það sem ég er að meina, sko. Ég veit að ég er ekki að tala um með gríslingana, sko. En þegar þú ert ekki með gríslingana og þú ert heima bara og það hringdi í þig, það er ekki þessin. Nei, ég veit ekki. Punktur á Sola. Þetta er svo vitlaus keppni að það næri ekki nokkur átt. Það er 4-5 fyrir blöð. Hvað er mikið eftir að spurningum í þessu? Það eru 5 búnar. Það eru 12. Vá. Maður sjá, getur haft föt út allt golf heima hjá þér á þess að fá skít? Já. Lúksus er þetta. Maður sjá, punktur á blöð, Sóli. Ég get það og auðvitað get ég það og þú veist, ég bý hérna með tveimur öðrum kallmönnum sem bara fara úr það sem þeir vilja og þegar þeir vilja og
Þannig að, já, en sko hins vegar hata ég þegar þannig sjálfur sko. Já, ég ekki að segja að sé þannig heima að mér sko. Nei, ég myndi ekki það enginn að segja neitt fyrir, þú veist það engar punta eitthvað svona, hörru Hvernig gera það? Ég veit það ekki, það ekki þessinn Nei Ertu ekki að ná þessi? Þú þarft ekki að vera með 12 spurningar Þið alltaf sama svar Nema með þöngin sem að ég fannst ekki Ok, má sjá Ertu á Tinder? Já, ég á Tinder Vel gert, Hólmþór Það profíl þar, já sem að, já, með þess að þú var steindið settu upp Þannig að þú ert á Tinder Ég hef ekki farið inn á Tinder mjög lengi samt Þú ert á Tinder? Já, ég er með reikningar Ok Hólmþór, þú myndir segja að vera svona velið meðalega graður á Tinder? Er þetta spurning? Ég er ekki að hlæja spurningunni Ég er að hlæja svitnum sem að koma á sóla þegar hann spurði Vákaði brám Sko Ok, núna er ég að spá hvort ég að láta keppnismannin í mér sko svara eða þið rétta Það er bara aldrei ljúga hlustundum Það er eina reglan í FN9 Nei, ég myndi segja ég sé alls ekki við meðalagi graður á Tinder Já, ég tek undir það Þetta var þetta ekki spurning, þetta var bara svona auka bónus En ef maður er yfir meðalagi graður ef maður þá starta tjatti við öll möts og alltaf bara Þú mattsar bara flest allt og Ok Nei, ég er bara langt undir meðalagi graður Bara langt undir Hefur þú að spjalla þig fleiri en eina stelpu í einu? Hvað er bara einhvern tímann í gegnum tíðina? Ég meina bara ekki að þegar einhvern tímann þú hefur verið single í gegnum tíðina Ég geta meina endilega bara eitthvað undanfarið Ekki ef það er eitthvað, þú veist, farið að gerast á öðrum staðnum, sko Ekki ef ég hef hitt einhverja Ef þú ert orðin emotionally attached Já, þá ekki í það Nei. Ég held að sé bara ekki eftir ég er búin að hitta til dæmis ef ég fara á einhver date gegnum tíðina og þá myndi ég fara á date og vera að tala þá myndi ég ekki vera ennþá að tala við eitthvað, þú veist Ok Ertu að meina þú hittir stelpu á deiti þið við líst ekki á hana samt allir ekki að tala hana Jó, þá er ég að tala með hvað er eitthvað byrjað að gera svo var það kannski ekkit úr því Algjörlega Já, þetta er samt punktur og blöð því þú hefur greinlega verið að jögla nokkrum boltum í Ég hef ekkert verið að jögla neinum boltum í tíðina Ég er alveg með nákvæmlega sama svar hana Þú veist, þetta er, ég meina sko ef ykkur sendir þér eitthvað og er að spjalla við þig og það er kannski, já, ég meina þú svarar Þannig að þú veist, já, örugglega en ekki, þú veist, verið að ég myndi ekki segja að maður sé mér finnst þetta svo aðstæð Jesús almátt Þú hefur verið juggling Mér finnst þetta bara ekki sanngjörn spurning Það er greinlega ekkert veð sem við því að tala fyrir en 5-6 Nei, sko, ég bara get ekki sagt það Veistu það, ég bara mér líður ömurlega, sko Hvað meina, þetta er bara spurningakenni Eftir meina, sko, ekki að sömu forsendum á ötti Ég er ekki ég bara, mér finnst þetta ömur En hvað er punkt, sant? Það er klára þessa keppni Það er 8-7 fyrir blöð Ég hef að senda 3 eitthvað, það er ekki svo að sé líka bara raðir fyrir utan heimahömmir sko. 3 spurningar eftir og 8-7 fyrir blöð Þetta er mjög spennandi Lækar að stundum myndir af heitum gælum á Instagram Nei Nei hér, já Ekki nefnir þekki þér Punktur á Hólmþór Þú veist ekki nefnir þekki viðkomandi Já, ég meina þú þekkir ekki neitt og hún er bara heit gæla Sækist þig hérna, þú þekkir hann ekkert Já, ég meina þú kannski kannast við hana þekkir hann ekkert eitthvað persónulega Ég set ekki like á mynd á Instagram með stelpu ef ég ekki tala við hana, sko Nei, ég held ekki heldur Get ég ekki fundið neinstaðar á veraldavefnum hvergi huggulega dömu sem er með like frá The Blonde Ale og þú ert ekki ykkur besti vínur Ekki það um að sé fræg á Instagram, ég er með M-Rötu á Instagram ég er með Taylor Swift á Instagram ég like þær allar stundum þú veist þannig að yes I do it, en ekki íslenska stelpur sem ég þekki Þetta er mjög spennandi, það er 8-8 og það er 2 spurningar eftir þetta verður ekki mjög spennandi og vera bara orðin einn mesti pappakassi í heimi á að svara þessum spurningum Veitu hvað meinar þau? Þetta gerist þú að ferði þessar spurningar Þetta fylgir líka, sko Sóla, þessar útastöðu á FN97, þetta er öðru sem á rástöðu hérna ertu completely honest því að hlustendur kunna meta það við höfum aldrei falin eitt fyrir hlustendur menna sko. Og spurningu 11, ertu búin að hrista einn í dag? Nei, næsta hættu þessu Ég er ekki búin að hrista einn í dag Áfram Hvað áttu að gera í hátteginu? Áfram Egill Í hátteginu? Borða? Ok Áfram Hvað er síðasta? Það er single Já, síðasta Sendur reglulega dick pics Hvað? Spilðulegðu Sóla Hann er á Ég hef aldrei sendt dick pic Ertu viss? Aldrei Í hverju rugli? Aldrei Í hverju flipi? 100% hef ég aldrei sendt dick pic En komin heim á jamminu kl. 5 Reiður heima eitthvað Aldrei
'Cause this life ain't leading nowhere I can go. There's a life I always knew but never had. 957 ætlar að skella sér í sólina á sandin á Mallorca 10. til 17. maí og þú getur komið með. Farastjóra ferðarinnar eru Hjörvar Hafliða og Kjartan Atli og munið þið sjá til þess að þið leiðist ekki í eina sekúndu. Pub quiz, karaoke, skoðunarferðir og allt það sem þetta í hug ásamt brjáluðu Íslandingapartíi á einum stærsta skemmtistað Mallorca, BCM Magaluf, þar sem okkar eini MC Gauti mun sjá stemminguna. Faraðu strax inn á urvalútin.is og pantaðu þína ferð. Fyrir 150.000 krónur er allt innifalið. Flug, gisting, matur og drykkir og gjörsamlega allt sem þið listir í heila viku á Mallorca. Ekkert nema sól, sandur og sangríur. Startaðu sömrinu með FM 957 og Úrvalútsín á Mallorca í maí. Þú varst að hugsa Egils límonaði núna. Var það ekki? Það var það sem ég grunaði. Límonaði. Krist. Egils greip. Náttúrulega biturt. Opið alla daga frá klukkan 11. Komdu og leyfðu þér að bragða á frönskum brunch. Torfan Humarhúsið. Sumarið hafið og þá ekki tilvalið að skella sér í heita pottinn. Já, potturinn svo sannarlega glóandi og stefnir í 35 sjóðheitar sumarmilljónir. Lotto, leikurinn okkar. Réttur mánaðarins í IKEA pulled pork grísasamloka, franskar og luxus hrásalat á aðeins 995 krónur. Komdu í mat. IKEA. Smáratívolí kynnir leikjameistarann. Frábært hóphefli sem slegið hefur í gegn. Kynntuðu málið á smáratívolí.is eða í síma 534 1900. Smáratívolí. Kate Moss skyggingarpalettan frá Rimmel komin í verslanir. Get the London look. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Sunnudagur Stöð 2. Glænýr þættir þar sem fjallað verður ferskustu straumana í tónlistarmenningu Íslendinga. Skrifaði lagi á svona 10 mínútum, hringdi Loga, bara heyrðu, má ég koma að taka upp hérna demo? Í 5. gíri samt í belti. Rapp í Reykjavík, sunnudag klukkan 21:25. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Rapp í Reykjavík í boði Pepsi Max. Pizzabátur bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Það rétt, það Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Sem betur fyrir þessi spurningakeppni búin, það var jafntefli á okkur drengjónum. Þetta var dead tide. Sem fínt. Já, þetta var reyndar sko þetta með spurninguna síðustu að hafa sendt tippa, ég held að vera að meina á stelpu. Já. Ég hef aldrei gert það, ég hef sendt á vinu minn einu sinni. Já, okay. Þú hefur sendt á kallkissvinin getnaðeliminaður. Dick pic, já. Okay. Það bara svolít. Það ég sko út af því að spurningi var, ég skrifði alltaf niður á blað, spurningi var bara hefurðu sendt dick pic og þú hefur gert það, þannig að þetta er eiginlega punktur á aftur út í þetta. Þetta er eiginlega punktur á Hólmar er svona sigurvegari í Svega. Hefur þú ekki sendt dick pic af félagðina eða? Sko ekki beina mynd af, ekki bara það sem hann einn eitthvað í mynd, ég hefur allsber, jú, neðginni það. Já, ég er að meina, Var þinn einn í mynd, Hólmar? Var hann eini sem var á myndinu? Það var ekki andlit af mér. Nei. Það var andlitið á mér. Já, blöð tekur sjensa. Já, hann tekur, ég er að vinna þetta. Og það er vinn sem er leðilegur og hann getur ekki screenshot, það er bara hann. Ég lá einu sinni, ég get alveg sagt það, ég lá einu sinni fram á speilin í herbyggi á mér og lá þar nakinn og sendi takk fyrir addið og einn félaga minn sem addaði. Ok, þú vinnur þetta. Þú rústir þessu. En það er hins vegar komið að hvort myndir frekar hér í FM 95 blöð og það eru 3 spurningar eins og alltaf og ein spurningin tengist nú eftirhermi keppnunni hérna áðan. Hvort myndir frekar tala eins og Bjarni Fel, það sem eftir er ævikar, eða Páll Óskar, það sem eftir er ævikar? Það er ég að hafa sko þá tala talandan, þá tala maður
Jésús Sóli Ég held ég verði nú að velja Palla sko af því hann með svona þægilegri rödd þú veist, maður væri kannski taka við barnabörnin koma til afa þetta svo óþægilegt einhvern veginn og reyna að vera eitthvað sexy þú veist, eitthvað svona ég veit það ekki TikTok en þægilega að vera eins og Palli bara koma til afa komdu til afa erum við að fara í húsdýragarðinn og þú færð kandiflús ég myndi frekar vel vera þessi ég held ég velji Palla líka Takk ég báði Palla en hvort myndið frekar vera besta eftirherma heims þannig getur það bara verið að taka hellingakarakterum eða vera besti DJ heims og ég ekki að spyrja ykkur af því að þú ert eftirherma og Egill þú ert DJ því að ég flokkaði ekki sem DJ en ég sko DJ-ar þeir að gera eitthvað sjálfur nú ég búinn að ná gríðarlegum árangri sem DJ ég búinn að ná þessu sem þú talar hann Nei, Egill, þá ég að tala með DJ heimi myndur þú segja að þú sitt komið þangað ég myndi segja að vera þar Óli Geir og Rikki G ger allt fyrir hann sko setja lögin á einhvern kupp og svo stendur hann þarna og öskrar í mikrofónin Rikki G hann aðstoð mig bara hérna og meira þess að fyrstu giggina Egils þá var hann ekki sjálfur með mækin hann var að fá menn til að peppa mannskapin fyrir sig ég hef aldrei eitt á play það er bara svolítið ég þarf þess ekki ég er með menn í því en ég ræð hvað er spilað ég er puttan í því þegar ég fólk mætur á Muscleboy-gig þá er það bara ég er ekki bara einhverjum spiluð ég ræð hvað er spilað sko og það er þitt og það er bara high quality shit sem ég með mækin, ég er að spjalla við liðið ég er að hella í mig, ég er að hella áfengi yfir alla hana sem eru fremst og svona það er sem ég er að gera gaman. Þannig að þú ert DJ-in þannig að þú skrifa niður hvaða lög þú vilt spila og Óli Geir styrir þetta saman hann smíðar þetta saman og spilar þetta, ítar á play þú ert nýbyrjaður að tala sjálfur í mikrofónu ok þetta er basically konceptið en hvort myndir þú frekar Sóli vera besta eftirherma heims eða besti DJ heims? Ég held að það sé meira cash ég vera besti DJ heims og ég elska cash þú elskar þetta lífinu fyrir peningin myndi ég vilja vera besti DJ heimi þú eldir peningin og tekur DJ-in Egill sko ég var til að geta bætti við í DJ-sjóðum mitt að vera frábær eftirherma þú þarft ekki vera, þú veit með það hvort þið er að vera besti DJ-in það væri svolítið skemmtilegt að geta verið upp á sviði og tekið slæjaran og hensi Nicolas Cage og fýblast eitthvað með krátinu, hann ætla að taka eftirhermuna ok, það er ekki sammála þarna drengirnir þá er það síðasta kortmyndið frekar vilja vera sköllóttir snóðaðir, sköllóttir ég ætla að velja ég vel hitt allt í kjaftið maður alltaf sama helviti skrínið maður kortmyndið frekar vilja vera sköllóttir en mega stjórna öllum öðrum hárum og líkamekar eða vera með hárið sem við erum með en maður eru ógeðslega loðnir allstaðar annarstaðar líka með ykkar þá er ég að tala um bara hendurnar og þeir mættu ekki raka og bara kynfæri og lappir og annað má ekki raka? Nei, og þá er ég að tala um mjög loðnir bara eins og apar eiginlega já, bara eins og, hvað heitir hann í Star Wars eins og hann í Star Wars? Þetta er bara easy bolt já, takk fyrir það allan daginn og það er líka það þykir sexy að vera sköllóttur ég hef heilt það takk en sko Egill, þú ert alltaf að raka öll líkamsáraðir já, ég ger að sér þetta ger en þú erðir hrikalega ég er ekki með líkamsár fyrir neðan augu núna til hann ekki með það eini sem ég myndi fá mig til að bremsa við að vilja vera sköllóttur er að sköllóttur maður getur ekki haft headset svona bluetooth headset þá er þetta bara skinn og headset það er bara lítið svo skringilega út það er eina sem ég vil með sköllóttur menn get ekki gert en sko má ég ekki ég aldrei svona ég þarf að vera má ég aldrei taka háruna það er reglan þú ert bara kaflóðina neðan allstar en sko ég get alltaf að fara í jakkaföt og klætt af mér þú veist en you're amazing buddy hvernig ætlar að sína það bara með geðveikum skurði þetta er eiginlega erfitt sem blöðu komið hingað til það er bara hann frábæru skurði því að þú veit hver tegungunum í ræktinni það sést ekki fyrir hárum hvað ætlar að velja? Jesus Christ ætlar að vera sköllóttur? komdu með það ætlar að velja sköllóttur í fyrsta sinni í F95 blöð fann ég your weakness ég ætla að vera allur út í hárum hvað er að þér? þú er bara að segja þetta til að pyrra nei ég bara getur í jakkafötum og kraftgala og öllu þessu og ekki döðsinn Þetta er Lady Gaga hér með Bad Romance ég er komið góða gesti hér í stúdíóið þeir stökku fram Egill og Sóli en í þeirra sæti eru komin snillingarnir úr Lígaglað það er Anna Svava og Viggi verið velkomin Takk fyrir hvernig hafið það? bara ótrúlega þetta er föstudagur ótrúlega gott veður
Það er samt deila svona mánudagur líka. Já, þetta er skrítin föstudagur. Já, maður vaknaði á mánudegi og svona eitthvað anskotin. Það maður leið pínu eins og að væri sunnudagur. Já, í gær. Já. Hvað sunnudagur gær? Ég má spila kvöld. Varstu með það? Ég heyri ekkert. Heyrðu ekkert? Nei, þá myndi ég bara taka af, þá erum við bara hérna. En svo var bara föstudagur. Já, það sem er þægilegt. Já, mjög gott. Og ég ætla til líka næstu viku. Nú, hvað er næstu? Ekki uppstillingardag næstu viku. Uppstillingardagur, ekki? Stillingardag. Ég stilla svona í vika. Já, það er að stilla upp í búð. Allan að bráðum. Já, til hamingju með þáttinn. Takk. Til að byrja því, uppáhaldsþátturinn minn í sjónvarpinu í dag. Gaman að heyra. Já, mér finnst hann alveg geggjaður. Vitlausir sjónvarpsstöð, það verður að hafa það. Já. Línuleg dagskrá. Já, línulegri dagskrá reyndar. En hvað er langt síðan að þið tókuðu þetta allt saman upp? Í október. Október bara núna? Já, október í fyrra. Já, ok. Já. Og hann er tekin allur upp í Danmörku, þegar ekki? Já, nema viðtölin. Ok, en þú voru að setja mækinn sér þarna svona... Já, nema viðtölin. Viðtölin eru tekin hérna á eftir, og okkur langar að hafa þetta current. Já. Og líka þegar búið að svona klippa þættina og sérðu kannski hérna vantar eitthvað og þá er gott að eiga eftir viðtölin. Já. Þannig að þau eru tekin heima bara og hitt allt úti. Já. Voru þið lengi að taka þetta upp? Já, vorum úti í 5 vikur. Já, svo er líka eitthvað tekið upp á Íslandi fyrir ekki. Já, ok. Og það eru eftir, það eru búnir, er ekki 3 eftir, eða 2 eftir? 2 eftir. Það er bara 6 eftir? Já. Ok. Og besti þátturinn er númer 5. Ok. Að mínu mati. Já, eiginlega mínu líka. Ég veit samt ekki hvað sem ég fyndnastur, en hann er samt einhvern veginn svona uppáldið á okkur. Og þetta búið að vekja mikla athygli eins og netinu. Mér langaði að spyrja þig annað, ég gleymdi að spyrja á Facebook þegar voru að taka upp atriði þegar Helgi Björns fekk brjóstamjólkaðar og það tekið upp oft. Já. Og ég var náttúrulega með barn á brjósti. Já. Þannig að þú veist. En var hann að fá sér mjólk í alvörinu? Fór þetta það langt? Ég veit, hann einhvern veginn vildi alltaf gera þetta aftur eins og það var eitthvað. Ég er ekki alveg nú sattur. Mér fannst ég ekki karakter í þessari tökku. Nei, sko er konan að hlusta? Nei, það er mér ólíklegt. Nei, já, hann saug. Nei, við gerum þetta nokkur sinnum og þetta var nú allt bara svona, ég held að það var bara einu sinni, sko, oft er myndavælinn það svona baku, þú veist, þannig að hann bara kom andlutinu að, en svo var bara þurftum við bara að gera einu sinni þar sem hann fór svona aðeins nær. Já, ok. Já. En fannst þér óþægilegt það ekki upp? Nei, alls ég hefði þótt óþægilegt ef ég hefði ekki verið með, þú veist, lítið bara alltaf á brjósti. Já. Þá eru brjóstin á manni ekkert brjóst, þetta er bara eitthvað verkfæri. Gamla Anna Svava hefði ekki gert þetta. Aldrei? Nei. Anna Svava sem var ekki honum mamma hefði ekki leyft þetta. Mamma Svava var til í þetta, sko. Já, mamma Svava, það er gott. Gamla Svava var ekki. Helgi, hann komst ekki. Hvað er Helgi að brasa núna? Hann var að leika í einhverju stuttmynd í dag. Tökum. Og áttu að vera búin eitthvað fyrr eða er eitthvað, og svo hann fyrir beint í Mamma Mia. Já, ok, nóg að gera það kallinn. Já, hann á mæta klukkan 6, ég held að hann hefði bara viljað fá aðeins 10 mínútur í pásu á milli. Ok, því ég var náttúrulega búin að semja hérna við erum með dagskrálið sem heitir Giftast, sofa hjá drepa. Og ég var búin að semja spurningar, á ég bara að ringja Helga og hann var með hérna á línni. Já, þetta. Hann er eitt gall ef þú heyrir ekki headphone-unum, en maður sjá, ég ætla að prófa að ringja hérna í Holy Bee. Tekum á þessum, maður sjá. Ég er með headphone úr tölvunni. Já, ok, kannski heyrir ekki, þetta er talvana Egils. Það var eitthvað klámið á tónlistana. Nei, tjók. Kemur hérna. Það sjá, þetta er hann Svari. Nú heyr ég. Já. Er það Helgi fucking Björns? Fucking Björns, maður. Sæll og blessað, þú ert í beinni útsendingu. Býtu, hver er þetta? Þetta er Auðun Blöndal, þú ert í þættin með FM 95 Blö. Ég er hérna með Vigga og Önnusögu. Já, heyrðu, Blö. Allt að gerast. Allt að gerast. Nú hlýti ég að vera farin að meika fyrst þeir komin í þátti hjá Blö. Já, ef það hringdi þig úr FM 95 Blö, þá ertu búin að meika það. Það hlýtur að vera. Það er bara fyrsta regla. Við erum að fara inn í dagskrálið sem heitir Giftast, sofa hjá drepa. Og ég var að spá að byrja bara á þér, þannig að svo ert þú laus bara hérna úr símanum. Ok, hvað sagður, hvað heitir dagskrálið? Hann heitir Giftast, sofa hjá drepa. Já. Og ég er með 3 nöfn. Og þú ert að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn. Drepa er kannski svolítið ljótt. Þú ert að senda hann út í sveit. Og hann verður þar í 5 ár. Já. Ertu tilbúinn? Býtu, er ég í beinni það? Já, þú ert í beinni. Já, þú ert í beinni. Þetta er leikur sem við förum í hérna alltaf reglulega, drengirnir. Og nöfnin eru Björgvin Halldórsson, Stefán Hilmarsson og Bubbi Mortens. Býtu, hvað á ég að gera? Þú ert að giftast einu þeirra. Já. Sofa hjá einum og senda einn út í sveit.
Jesus Christ, maður, gæti ekki bóðið upp á betra úrvali þetta. Hvernig myndir giftast ef við byrjum þar? Að Bubba, Stebba, Hilmars og Bó? Ekki séns, sko. Ekki giftast neinum? Nei. Þú verður að velja eitt, hann er leikurinn. Hann er virkað leikurinn. Já, ok, þá bara giftist ég bara, bara Bó. Giftast Bó? Ok. Það er fallegt hjónaband. Ég sé ykkur tvo. Ha! Já. Og eitthvað meira? Já, svo þarf þetta þá að sofa hjá Stebba Hilmars eða Bubba Mortens. Já, þá held ég svo hjá Stebba. Sofir hjá Stebba Hilmars, þannig að þú sendir Bubba út í sveit. Já. Hann reynda býr út í sveit líka, hann hefur það gott þar bara. Já, bara flott, sko. Vel valið. Já, þannig að Helgi, Holy Bee myndi giftast Björgvini Halldórs, sofa hjá Stebba Hilmars og senda Bubba út í sveit. Þá læt ég Björgvin, sko, elda fyrir mig, eitthvað ítalskt, skilur þú veist, þá var hann bara með svunduna í eldhúsinu, sko, þú veist. Já, trusukokkur. Þetta verið fínt hjónaband, skilur þú veist, og ég fer bara út á vinnumarkaðin og hann bara er heima. Já. En svo þetta er svolítið í dag? Já, svo er Stebbi svolítið á súlinni með svona striptease fyrir mig og eitthvað, skilur þú veist, hann er alltaf góður í því. Já, þetta er bara vel valið þér. Já. Snillingur, þá ætlum ég að henda Vigga á önnur sögu. Gaman að heyri þér, Helgi, og til hamingju með þættina. Sömuleiðis. Ok, bye. Þetta var Holy Bee og það heyrði það, hann myndi giftast Bó og sofa hjá Stebba. Fá við sömu nöfn? Nei, þið fá ekki sömu nöfn. Ok. Ég ætla að byrja á þér, Viggi. Ok. Og nöfnin sem þú fær er Ilmur Kristjáns, Edda Björgvins og Saga Garðars. Þú átt að giftast einni, sofa einni og senda einn út í sveit. Já, holy moly maður. 3 leikonur. 3 grínarar. Já. Ég veit það ekki, sko. Byrjum að giftast. Já. Ég held ég myndi giftast Eddu. Eddu Björgvins? Já. Ég held að ég geti Gætir ekki sofið hjá henni, já. Ég myndi uppfylla allt sem að Gísli Rúnar hafði ekki. Þannig að ég held að þetta myndi ganga hjá okkur. Í hjónabandi? Í hjónabandinu. Og ég held að það var valin af því hún var elst. Nei, bara ég held að sé svona. Já, þannig að myndi losna fyrst úr hjónabandinu það? Nei. Alltaf minna þannig einhvern veginn? Nei, það sem ég sagði á hann. Já, því hann vildi ekki sofa hjá henni. Nei, þú veist, ég hugsaði þannig að þú vildi sofa hjá einhverju sem var yngri. Akkur ég skipti mér að þessu? Mér finnst það bara gott hjónaband. Ég bara hlakka til að koma heimsum. Já, þannig að þú myndir giftast Eddu Björgvins. Þá er það, hvort myndir þú sofa hjá Sögu Garðars eða Ilmi Kristjáns? Sko, báðum að sjálfsögðu. Já. Og Eddu, náttúrulega líka. Og því er kynóður. Eins og þú veist, sjens. Einmitt, það er svolítið það, sko. Hvað maður ætti. Vegna þess að ef ég myndi segjast til að sofa hjá Ilmi, það þýðir það að ég myndi vilja, þú veist, drepa Sögu. Já, senda hann út í sveit. Nei, bara spilum hennar leik. Gerum þetta bara almennilega. Ok, drepa hana. Það er hvernig myndir þú drepa hana? Hæ? Hvernig myndir þú drepa hana? Já, hún er akkurat eina bara að fá leikunum sem ég hef ekki hugsað hvernig ég myndi drepa. En ég held, sko, já, svo ég myndi drepa Sögu. Drepa Sögu Garðars og sofa hjá Ilmi? Já, ég held bara til að hafa hana Hinriku úr ófærð. Já. Því hún er hann svona. Já, og hún er hann svona celebrity um allan heim. Celebrity útlöndum. Já, vel valið. Við vorum að ræða áður, hver frægasta kona sem hún sofi hjá. Þá verður maður komið með bara, ég sofi hjá Hinriku. Já, það er þetta bara nógu góða punktur. Svo sagði Garðars líka bara, þetta er komið gott hjá henni. Hvað segir þú, Anna? Nöfnin þín eru Björn Hlynur, Þorvaldur Davíð og Hilmi Snær. Þú vorst að giftast einum, sofa í einum og drepa einn. Ok, ég ætla að byrja að sofa hjá. Já. Þorvaldur Davíð. Beint í það. Já. Þetta var ekki erfitt fyrir þið? Nei. Alls ekki, ég er að æfa með honum. Já. Eða sko, ég er ekki að æfa með honum, hann er að æfa við hliðina á mér í sama rými. Okay. Hann er hjá öðrum þjálfara. Já. Og hefur þú hugsað út í það? Ég er að æfa með Gylfa manninu mínum og það er bara mjög erfitt að halda. Nei, hann er bara rosa sterkur og flottistrákur. Já, hann er bara búin að pumpa rosa mikið núna. Já, ok. Hann breytast bara, hann var svona strákslegur. Já. Nú það er svolítið farið.
Ok, Hann er að Þorvaldur taka- Davíð orðinn massaður. Heyrðu, hvað heitir hann sem leikir Titanic? Leo Já, DiCaprio. einmitt, hann er svolítið hann. Já, Hann var eins og hann og svo er hann eins og hann er orðinn núna. já. Skilur. Orðinn Svona 50-ur. Becoming a man. Já. En hverju myndir giftast? Þá var það Björn Hlynur eða Hilmi Snær? Hvor heldur að verið þægilegri svona í hjónabandi? Oh my god. En sko, Björn Hlynur. Já, myndi giftast honum? Já. Þú ætlar að drepa Hilmi Snær? Já, sko, nei. Ég ætla að giftast Hilmi Snær þá. Þú ætlar að drepa Hlinsa, sko. Nei, ég veit, ég er aldrei að fara að gera það. Nei. Þannig að ég held ég myndi drepa Þorvald Davíð. Þetta er svo erfitt. Já, þetta er ljótur leikur, sko. Sko, ég held, ok, af þessum öllum myndi ég samt vilja giftast Hilmi. Já. Og hann er svona frægastur. Ok. Og aldrei heima. Og Nei. þetta mun ekkert vera neitt ást, skilur, ef ég bara fara að giftast hann núna. Já. Hann myndi elska mig og ég ekki hann. Og þetta verður bara svona út af því við þurftum þess út af þættinum. Ég skil. 9-5 blöð. Já. Og þá held ég sér þægilega bara, verð þú bara alltaf í vinnunni. Ég get verið heima á daginn eða, Já, meinar hann sé ekki heima því hann sé alltaf í vinnunni. eða barnum, eða ég veit ekki hvað hann er. Ég veit það ekki. Hann er alltaf ekki mjög oft heima held ég, en ekki alltaf að leika eitthvað líka. Jú. Nó að gera í Og hálfum. svo þarf að trappa sér niður eftir sýningar og þú veist, þá á ég bara mitt heimileikunni og þú veist, ekkert á móti Hlinsa. Nei. Þú veist, en ég myndi sofa hjá honum. Drepa Björnlin. Nei, hún ætlar að drepa Ég hann er bara rugl í þessu öllu. Já, þú Nei, ætlar að sofa hjá honum? ég myndi myrða Björnlin og ég myndi gera það bara eitthvað svona þægilegan hátt. Já, bara svæfan. En Já, er þetta bara blandaði já. saman? Já. Að sofa hjá Birni Hlyni þanga til hann deyr. Þá ertu búin að blanda þessu svolítið. Þar hafið það, hún ætlar að giftast Hilmi Snær, drepa Þorvald Davíð og sofa hjá Bjössa. Já, ætla þú að hringja Hilmi Snær að láta hann vita það? Nei, ég mun ekki tilkynna neinu þetta. Nei, ok. Þannig að nefnir sér að hlusta, sem við vonum. Virkilega gaman að fá okkur í heimsókn og ég hvet alla til þess að kíkja á næsta þátt af Líðiglað. Þetta byrjaði á mánudugum, en er núna sunnudugum. Var það ekki að þið annari páskum eitthvað? Já, svoleiðis grín. Þannig að þetta er annað kvöld, er ekki 20:09? Nei, er það Jú, jú. Já, sko. 20 mínútur yfir 9 á stöð 1 eða RÚV. En til að tekja á því á sunnundags kvöld. Takk æðislega fyrir komuna. Virkilega gaman að sjá okkur. Hér eftir smástund förum við í karaoke og það er Celine Dion þema. Föstudagsfjör FM 957 og Smáratífólís. Við ætlum að bjóða þér á samt 10 vinum eða vinnufélögum í brjálað föstudagsfjör í Smáratífólí. Alla miðvikudaga dregur Rikki G úr pottinum góða og þú gætir verið á leiðinni í 7D bíó, sleggjuna, pool eða bara dansball við vinina. Svo auðvitað ískaldur bóli til að skóla öllu þessu niður. Skráðu þig inn á heimasíðu fm957.is og þú gætir verið á leiðinni í brjálað föstudagsfjör. Are you afraid? You should be. Game of Thrones sýnt á sama tíma og í Bandaríkjunum. Sunnudag klukkan 1 eftir miðnætti og endur sýnt mánudag klukkan 21:55. One way or another, a face will be added to the whole. Rifjaðu fyrir þáttaraðir á Stöð 2 Marathon. Game of Thrones er í boði Gull og Sports Direct. Við bjóðum alla krakka hjartanlega velkomin í barnaherbergið okkar. American Style. American Style. Afmælisgleði Vero Móta. Við fögnum afmælinu okkar með fullri búð af nýjum vörum, glæsilegum afmælistilboðum, happdrætti og óvæntum glaðningum. Ekki missa af afmælisfjörinu í Vero Móta, Vero Móta Kringlunni og Vero Móta Smáralind. Universal kynir gammamyndina The Boss. I'm the wealthiest woman in America. You're bankrupt. Frábær gammamynd með hennu óborganlegu Melissa McCarthy í aðurhlutverki. This is my way back. We're going to start a brownie empire. The Boss. Don't tell your mama. Okay. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Fjölbreytt nám, verkefni með fyrirtækjum, framúrskarandi aðstaða og kennsla. Það er opið fyrir umsóknir í Háskólan í Reykjavík til 5. júní. Velkomin í HR. Nýtt á Serrano. Barbacoa, carnitas og kjúklingataco. Serrano. Fresh, happy, max. Setur bara pókana í skottið og ferðir svo í svangin. Eða í bíó. Eða bæði. Smáralind. Góða skemmtun. Hjólað í vinnuna hjól. Hjólabúðin GAP Faxafinni. GAP.is.
Universal kynir stórmyndina The Huntsman, Winter's War. Are you ready, Huntsman? Frá framleiðenda Snow White and the Huntsman kemur inn flottasta ævintýramynd With ársins. Mara's magic. Með Emily Blunt, Charlize Theron og Chris Hemsworth. We have to destroy it. The Huntsman, Winter's War. Komin í bíó. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. I guess for now you've got the last laugh. Við erum að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og þetta er Alicia Cara með lagið Here og það er svo skemmtilega til að við erum einmitt hér, ég, Egill Einarsson og Sóli Hólm. Þakka Vigga og Önnurslöfu kella fyrir komina. Killa gaman að fá þau í heimsókn. En við ætlum að enda þetta á karaoke-keppni, drengir, eins og í síðustu viku. Þá endum við á karaoke og við vorum búin að velja þema og við erum ekkert að ráðast á gardina sem hann er lægstur. Nei, við ákváðum að velja góð lög sem reynir á söngvara. Já, og það sem er skemmtilegt þegar fólk fyrir karaoke, ég held að þekki allir, það er ef að menn kunningi og konu kunningi að syngja en gera bara sitt besta. Akkurat. Það er enginn hérna að fara að detna eitthvað í fíblaskapin og öskra, maður reynir bara að syngja svo vel og maður getur. Það er það sem að gera karaoke skemmtilegt. Algjörlega. Og þú ætlar að gera allra besta. Fullíkæðin sem tekur eitthvað Becky flippir, já, það er ekki gaman. Glatað. Hvernig vil ég hafa röðun? Það er nú náttúrulega hlustendur sem hringja svo í 511-0957 og fyrstur upp í 4 atkvæðið vinnur. Rikki Gefan síðast sem er skömm en Egill minna að hafa verið að trollan. Já, maður verið að trollan sko. Helst myndi ég vilja loka þessu. Ok, helst. Vilt þú það byrja Egill? Já, ég byrja yfirleitt og ég er með þykkt baka, ég skal bara byrja og grjóta alltaf kæft. Það er verst að byrja, en ég skal byrja samt bara. Góð eða niður þá. Egill ætlar að byrja þetta og já, það er eitthvað sem segir mér, ég viti hvaða Celine Dion lag þú tekur. Tekur ekki alltaf sama Celine Dion lagið það? Tekur alltaf sama Celine Dion lagi, tekur upp á slæmyndmál með henni. Ég er mikil Celine Dion maður sko. Hvað sagði ég? Celine Dion? Þetta lag reyndar henta því mjög vel. Sko ég hef hlustað á Celine Dion frá ég var a tiny little baby og það er staðrend. Klein Dine eins og pabbi kallar hana. Já, ég er aðdáandi og pluss líka að ég er mikil títaring maður. Já, frábært, þetta er ready. Og ég ætla að taka með Hard Will Go On með Celine Dion. Ég veit ekki að það er allar best og ég vona má ég heyra kannski í læginu eða fræðilegur nei, ítt á okkar takka eða gerði eitthvað það er bara heyrðu þú í því hól með það? Nepp maður sjá hvað er? Græjan er eitthvað að klika maður sjá hvað er ekki græjan? Já, hérna er þetta komið, sorry ég skeitt aðeins ok tilbúin? Já, bara þetta voru 2 mínútur sem ég fæ bara ekki aftur í lífið minu sko, Celine Dion þetta er erfitt lag, þú fórst bara beint á byrjunna þar sem hún er bara kvísla Egill þú voru að syngja lagið I sang my heart out, þegið mér fannst það að vera að gefa sig í þetta mér finnst þú pínu ósækitt við það núna já, menn alltaf ósækitt við mig þegar ég syngi í karaoke, segja alltaf þessi aftur og sko og reynda veit ég að þú ert að fara að gera ég ætla að hlustum mér að kunna meta þessa ástíð sett í þetta já, ég ætla að í lag sem er sungið ég er með aðeins erfiðara lag já, það er reynda alveg rétt já, og lagið sem ég tek er mitt uppáhaldslag með Celine Dion og það heitir It's All Coming Back to Me Now þetta lag var vinsælt í kringu 96 þegar ég fór á Mallorca með mömmu og pappa þá voru þau gift og ég var hamingjusamur ungur drengur með hár það er búið þetta, því miður skulum tjekka þessu ég söng allavega í mínu lagi þetta var viðbjöður varst ekki ánægð með þetta Sóli? ég sá Róttu hengja sig hérna út í horni já, það var fyrrverandi kærastæðin herru, hérna, maður sjá við ætlum að setja þetta hér og hvað lag ætlaðu þú að velja Sól? Þú varst ekki að segja með það Power of Love wow, mér varst vant að þeirra þú varst að leggja það fram það er svona ástina sem ég seti mitt my performance hafðu þú viljað sjá mig bara kvísla eða? já, svona leggja mér ást í þetta hérna kemur Power of Love það er þetta svaðalegt lag hjá Sóla Hólm maður sjá ok já tilbúin svo er það 511-0957 fyrir ykkur hlustendur ready? já þetta núna því að var Celine Dion í stúdíónu þetta var rosalegt þetta er tveggja hesta hlaup það er nokkuð ljóst ég held að ég myndi taka þetta 5-0 hann er að fara að gefa mér að competition Sól er að fara að standa í mér það sá ég núna það er gett punkt hvað heldur þú að fá punkt fyrir að kvísla Egill hlustendur eru ekki að vita þetta fólk kannu meta þetta lög sem sett í þetta en það er 5-11 svo mikil betri slöð fyrir eftir þarna sem ég geta tekið sko þetta var rosalegt þegar við skulum sjá hvað hlustendur segja FM, góðan daginn hér á FM
Já, góðan daginn, það Sóli allan daginn. Já, Sóli fær fyrst atkvæðin. Ég grunaði að myndi gefa með smá samkeppni. Þannig að hann kom með 1 punkt. Það fær líklega ekki meira svona. Takk fyrir að hringja, vinnur. Takk. Og Sóli komin á blað FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú það ekki? Hilmar heiti ég. Hilmar? Og ég vil bara segja það að ég fekk gæsóð þegar Sóli byrjaði. Hann fær þitt atkvæðin. Ég fær gæsóð að heyra þið segja þetta sko. Takk fyrir. Baby voice með Sóla sko. Baby voice. Takk fyrir að ringja. Herðu, þetta er skellur. Það er 2-0-0. FM. FM? Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú gott? Ég er ljómandi. Með ekki, hvað verður að brasa? Ég er bara að keyra heim. Keyra heim og vinnu? Það er föstudagur. Það er skóla sko. Það er skóla, búin í prófum? Nei, ég er í mennskóla með Akureyri, það er ekki fyrir einhvern svona í sumar bara. Já, ok, vel gert. Það er ákveðin skellur. Ég heyri satt að það er mikill meistar á línun sem kann líklega meta svona ást og menn setja ást í lögin. Vonandi vil hann einhvern sem söng. Hvaða lag vann hjá þér í dag? Herru, sko, Sóli er náttúrulega atvinnmaður, það er bara svindl. Frábærpunktur. Frábærpunktur. En Auðun gaf sig allan í þetta, hann fæði mitt stig. Allar þekkið þig. Það er svo gott fólk að norðan maður. Endilega refsa mönnum fyrir að vinna. En byrju, færðu punkt fyrir það að menn frá Sauðárkróki segja hringinn? Nei, hann er á Akureyri. Rast fyrir andlit. Hálftíma rúmið á milli sko. Takk fyrir. Það er rúmið klukkutími, þetta var snillingur. Hann kjafta er þetta. Það dæma mig fyrir að vinna við að ég vinn ekki sem söngur. Já, góðan daginn. Hérna er dress. Hvað segir þú gott? Ég segi fín. Já, ég þurfti alltaf að spyrja, ég heyri þú dress. Þetta er bara okkur hressasti gæði sem ég heyrti á æfinni. Takk að hérna fyrir það er líka föstudagur. Það er hálfrið þér. Hver fannst þið bestur? Ég vil fá Sólmahólm í Eurovision. Allan tíman. Takk. Þannig að hann fær þitt atkvæði. Sjálfsögðu. Takk hérlega. 3-1. Takk fyrir, ég hef oft hugsað þetta sjálfur mér að segja. Þessi var hress. Já, þetta var hressasti gæði sem ég heyrti. Já, ég var ánægður með hann. Þið heyrðu það hann vildi fá mig í Eurovision, þið heyrðu það. Heyrðu það. FM. Halló. Halló. Hvað heitir þú? Óla Móguðum. Já, sælvinnu. Hver fannst þið bestur í dag? Gils. Já, þetta tekkiði meistari. Þvílíkur höfðingi sem þú ert. Þú mikli meistari. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Ég kem aftan að þessu. Ég var að taka hólmaran og Þú pakka veist mig saman. náttúrulega bróðun hans ringdi í síðasta þætti og nú ringdi Ég fekk ekki stig fyrir hann. Ringdi allir Já, ég fekk sætt ekki punktinn. Svo allar lengur, sko. Halló. Halló. Hver var þitt atkvæði? Öttir. Hanna. 3-1 kominn baktir að meginn inn hérna maður. Þetta hringja bara Sauðárkróki. Nei, ég er að fá Sólhund í Grímsnesi. Já, takk fyrir það maður. Takk fyrir hérlega. Ég hlusta alltaf henni í Finnsjö. Já, það er glæsilegt. Það er bara... Ég hlusta ekki af henni í Finnsjö. Öttir er ekki, það hlusta ég ekki að Öttin. Það rauðir ekki. Snillingur. Takk fyrir það vinnur. Það er 3-2-1 FM. Ég þarf punkt núna. Hæ. Hæ, hvað heitir þú? Ég heiti Gulla. Gulla. Hver fannst þér, skástur í dag? Ég var bara að þrýja bílinn og Sóli bara hreyfði við mig. Ég myndi köpa coverplötu sko. Þetta er hugmynd, þetta er frábær, einn besta hugmynd sem ég hef heyrt. Þannig að þetta er ekki bara stig, þetta getur verið stefnumót hér í. Ég er sko, já nákvæmlega. Aðdáðum á Snapchat, það er Sóli Holm, í einu orði, Sóli Holm. Í kölli. Sko þetta veit að ég er að pæla að opna YouTube-brása sem ég er að syngja karaoke-lög með Selín. Já. Millions of views. Takk kærlega fyrir að hringin. Takk kærlega fyrir þetta. Þá er karaoke-kefni búin í dag. Sóli Holm er í fyrsta sæti. Ég í öðru, þú í þriðja. Þetta er ekki búið, þetta er upp í 5. Nei, ég sagði fyrst upp í 4. Það var líka hann í síðast. Nei, það er upp í 5. Takk ekki tapsár, klukkan er líka orðin 6. Helst þá myndi bara núna taka bara ógeðslega mörg. Nei, bara einn enn. Það bjóður ykkur heimskulega reglu að þetta upp í 4. Hver er keppni upp í 4? Við þakkum kærlega fyrir hlustunina í dag, elsku hlustendur. Takk fyrir mig. Já, Sóli, takk æðislega fyrir okkur, heiður að hafa þetta með og til hamingju með sigurinn í karaoke-keppninni. Thank you, home father. Það er þetta komið eitthvað skrítið þema í gang því að gestastjórnandi vinnur alltaf karaoke-keppnina. Ég held að ég hef átt að meira skilja en Rikki. En þú veist að menn voru að trolla Rikka síðan, sko. Menn voru ekki að trolla Sóla. Nei, það er nokkuð lust. Stóð sér ágæta. Egil til hamingju með 3. sætið. Ég minni á Rappi Reykjavík, þættirnir byrja núna á sunnudaginn og það er forsýningapartí á Prikinu í kvöld sem byrja klukkan 9 og fyrsti þáttur er sýndu þar þannig að allir á Prikið að sjá gott sjónvarpsefni en góða helgi og við heyrumst aftur næsta föstudag.